Björgvinsdóttir. Nú þú og Laddi að koma með verkið Hjónabandsæla og allar sína þrjá hófi. Þetta ekki ávísun á bara að maður þurfa að fara í hlé og pissa? Jú, ég held það. Allavega sko, þó að sé aldrei neitt garantí í þessu sem heitir gamanleikur, skilur þú getur verið með fyndnustu gamanleikar í heimi og sett á eitthvað leikrit og þú veist aldrei, kannski skítfellur það eða það bara fer upp í skíin sko. Það aldrei neitt þarna á milli, það svo skrítið með gamanleik. En sem betur fyrir einhvern veginn hefur þetta dúó við Laddi sem að sko, eigum orðið ofsalega marga fjölskyldumeðlimi af Íslendingum, bara þú veit sem að þykir vænt okkur og hafa verið okkar fólk, að þetta virðist hafa skilað sér í leikhúsið því við erum búin að sýna núna frá því í september og verðum með sýningu númer 50 akkurat á Akureyri. Við erum að koma til Akureyri semst á 2 sýningar á miðvikudaginn síðasta vetrardag, 1 sýning á 5. og það er sýning númer 50. Já, 50 sýningar, það er náttúrulega hlýtur að segja ykkur það að það er eitthvað að var í verkið fyrst að gengur svona. Sko það er nefnilega það er hægt að einhvern veginn hægt að tikka við, já, ok, það er hægt að taka áhættu og koma og sjá þau, það er búið að sanna sig sko. Þetta hefur komið í hof og gert eitthvað í hofi? Aldrei komið í hof, það hefur verið að byggja það þegar ég var þarna með Fúlar á móti, ég og Helga Brá og Björk vorum þarna nú bara hjá okkur heilan vetur og urðum svo ástfangnar af Akureyri að við ætluðum allar að koma bara og ráða okkur til Maríu sko. En svo bara biðu verkefnin svo mörg í bænum þannig að það var nú ekkert að þannig ég hlakka svo mikið til að koma og fá mig kaffi og grænu könnunni og bókakaffinu og bara hafa það huggulegt hjá okkur sko. Í stuttumál, hvað getur þú sagt okkur verki í Hjónabandsæla? Já, það er nú svolítið skemmtilegt. Þetta er svona klassískt sem kemur upp í öllum hjónaböndum. Það er þetta, er þetta nógu skemmtilegt? Erum við búin að glata neistanum? Er þetta ekki, elskar þú mig ekki og elskar ég þig ekki og er þetta bara orðið leiðilegt? Og Lísa, karakterinn sem ég leik, hún er dálítið hysterísk út af þessu. Hinrik, sko, hann bara elskar kona sín og hann finnst ekki þurfa neitt eitthvað að spæsa þetta upp eins og henni finnst, en hún bókar þau okkar fáránlega glamorous hótel og kemur fullt af svona ástarleikja bækum og alltaf virkilega að hafa þetta fjörut og hann getur ekki verið í þessari vitleysu aumingja Hinrik og þetta fer allt einhvern veginn bara allt öðruvísi heldur en að hún ætlaði sér. Hún var bara svo óttaslegin sko, innstinni bara þetta, þér finnst ég eru gömul og ekki falleg lengur og þetta er allt búið og farið. Klassískt vandamál. Er þetta þá eitthvað sem að bara hinn venjulega Jón og Gunnar geta sér sjálfa sig þegar þau koma að horfa á þetta? Er þetta eitthvað, sjáum við okkur sjálf kannski í þessu pínlítið? Já, það er, maður sér á vissum stöðum olnbogaskotin fljúga allan sal, skilur, en svo fyndið að svo kom 18 ára krakkar, hópur sem eru valla byrjuð að deyta, eða þú veist, bara svona kærustur, þeim fannst þetta æðislega skemmtilegt líka, þá var ég nú svolítið hissa, sko, en svo er það náttúrulega bara svona 30+ elskar þetta. En þá ungdómurinn, sko, þeir hafa ekki bara að sjá það sem er að gerast kannski heima fyrir hjá mamma og pappa og af og ömmu? Jú, það er nú það, sko, svo er þetta náttúrulega bara, þetta er svona klassískt stef sem að sér þetta í bíómyndum, að sér þetta í sjónvarpsþáttum og það er bara svona, er hjónabandið að fara í einhverja vitleysu, þetta er bara, þú veist, hvernig er samspil okkar í fjölskyldunni, þetta er náttúrulega bara klassískt viðfangsefni allra kynslóða, svo er bara spurningu hvernig tekið er á þessu og hér er textin mjög fyndinn, þeim hefur tekist vel og uppbyggingin mjög skondin og snjöll því að oft verður kannski þreytandi ef maður er búin að hlæja dálítið mikið, fólk hlægir ennþá meir í seinni hlutunum, ég var nú mjög glöð því ég fattaði það, því ef það dettur niður í seinni hlutunum þá er maður í vondumálum sko. Hvar getur fólk orðið sér út miða? Er það bara í hofi? Eða? Já, ábyggilega í hofi sko, og svo held ég að sé miði.is er náttúrulega bara orðið okkar klassíska tæki til þess að ná okkur í miða á allt. Þannig að ég vona bara allir akureyringar komi til okkar. Er ekki einhverju miðalausir? Það er enn þetta að vera sér út miða? Já, það er enn þátt að vera sér út miða og ég veit allavega 50. sýningin, seinni sýningin þegar við förum út í sal og knúsum alla í lokin, eða ég segi nú svona kannski vilja þau það ekki en verður það algjör flugeldasýningi í lokin? Er það ekki, eigum við ekki að hafa það þá er allavega, það er til fleiri miðar á þá sýningu.
þetta. Takk fyrir og gangið ykkur vel og verður velkomin til Akureyrar og velkomin í Hof. Takk fyrir, ég hlakka ofsalega til að koma til ykkar.